Hann á að vera búinn að frjóvga ekki í þessari? Já, hann kom á hana, búinn að fara á hrissuna. Þú getur ekki skóla báta og svona, ekki nú? Þú getur gert þetta í skóla hrissu alveg þangað til 5 dagar eru síðan hann var hreppus. Fósturvísinn kemur ekki niður fyrir en á 7. degi. Þannig að við erum í rauninni bara að undirbúa legið þannig að það sé vistlegur staður fyrir fósturvísinn. Þannig að það er ekki vistlegur staður út af þessum vökva sem er. Þannig er í rauninni svona bólguvökvi sem getur drepið fósturvísinn ef hann ekki staðar. Þannig að stofusturinn er búinn að fara á hana, fór á hana hvenær? Hann fór á hana síðasta 15. Þá var ennþá egg á henni, svo vildi hann ekki á þessum daginn. Ekki var ennþá það til staðar, svo hefði það farið að fara á þjóðdags, núna sunnudagsmorgun. Þannig að við erum ennþá alveg innan marka, vel innan marka að skoða. Við erum hesti og það greitt með leðbólgu. Við þurfum að byrja á því að skoða. Er auðvelt að sjá hvort það hryssur séu með leðbólgu? Það er ekki alltaf hægt að því að sumar hryssur fá í rauninni leðbólgu á þess að sé mikið vökvi. En það sem við sjáum oftast er að það safnast fyrir vökvin í leginu. Þannig að og það getur verið talsvert og það getur líka verið mjög lítið. En það er alveg nóg að vera með bara eitthvað smá vökva til þess að drepa fósturvísinn. Af því þessi vökvi er í rauninni, hann er þannig samsettur, eins og ég segi, þetta er svona bólgu viðbragða vökvi, þetta er í rauninni vökvi sem drepur allt sem á vegans verður. Hann er gerður til þess að drepa aðskotahluti og fósturvísinn náttúrulega er aðskotahlutur. Þetta er náttúrulega miklu sjaldgæfara á Íslandi heldur en til dæmis í Evrópu og Bandaríkjunum þar sem þetta er bara jafnvel talið algengasta vandamál fyrir hestadýralæknar eiga leðbólgu í þessu. En þetta er náttúrulega vaxandi með því að ræktunin verður svona intensívari. Það gerist náttúrulega með ræktun út að rækta fram einhverja eiginleika, þá missur yfirleitt æxlun og hæfileikann einhver leyti. Og eins og ég segi þá virðist þetta tengt að vissu leyti arfgerð. Þarna er hún að skila aftan á sér. Það skiptir ekki máli. Hún er þá stóð að skila aftan á þessu vænumslurk sem er mjög fínt. En málið er að þetta getur komið með aldrinum í rauninni hvaða hryssu sem er, allt eftir hvaða uppákomum hún hefur lent í lífinu. Þetta getur komið bara í hryssu jafnvel sem hefur alltaf verið haldið þú ætlar að fara rækt undan hryssu. Það gengur ekki. Það er til þess að talað að slíkar hryssur sem er kannski komnar svona 6, 7, 8 vetra og að fara haldið fyrsta skipti að það séu með þröngan legháls. Það er líka til dæminu og það hjálpar ekki. Ef hryssur með þröngan legháls þá getur oft enn meiri hætt á því að leðbólga myndist af því að opinn legháls er nauðsynlegur til að skila þessum vökva allt úr sér. Og þetta er alltaf eitthvað sem við sjáum þegar við sóna til þessu hólfum. Það er alltaf einhverjar hryssur inn á milli sem eru með vökva í leginu sem er þá tákn með leðbólgu. Og ég hugsa að það sé, ég held að sé líka kannski vangreint af því sumar hryssur er ekkert endilega sónaðar það oft að þú jafnvel grípir leðbólguna þegar hún er í hámarki. Þannig að ég held að fólk geti alltaf haft þetta í huga. Ef það er með hryssu sem á erfitt með festafang hefur jafnvel oft farið til hests og aldrei gengið að festafang, að þá sé þetta alveg tímalaust möguleiki. En svo náttúrulega höfum við verið með hryssur í sumar, það er ofsalega algengt líka á Íslandi bara atferlis vandamál af því að þú náttúrulega ert með hryssu sem þú setur bara út í hólf og svo veist ekki eftir hvort hún gengur eða hvort hún sýnir eða hvort hesturinn sækir í hana eða hún í hann. Og við erum búin að vera með einhverjar hryssur svoleiðis í sumar hjá sko, þannig að það er náttúrulega vandamál sem kemur þá í ljós af því við erum að sóna, við vitum að þeir eru að ganga, það er öll einkenni til staðar en það einhvern veginn vilja þau ekki hvort annað. Svo höfum við líka verið með hryssur sem hafa verið með fúlegg sem eru bara eggbú sem
einhverju þetta vegna bara hanga og festast og þá það gangmál ónýtt og jafnvel næsta gangmál og þar næsta gangmál eftir ónýtt. Og ýmiss konar svona vandamál sem þá eitthvað sem tilfallandi í rauninni. Og svo alltaf einhverju sem við finnum ekkert af. Þannig þetta svona, en það mjög þægilegt að eiga við svaka, við erum með bara flottan stóðhest sem ofsalega geðgóður og gott að eiga við, góður til samstarfs. Þannig að hann bara mjög naskur að finna út hrissurnar sem að ganga og þær sem jafnvel bara þurfi ekki að fá meira. Þannig að það hjálpar að stóðhesturinn í rauninni samstarfsfús. Það náttúrulega líka gert okkur kleift að fylgjast betur með þessu. Og hvað ráðleggur fólki gera núna? Verið að sóna frá stóðhestum og fullt af kannski geldum hryssum og fólk áttar sig ekki á það út af hverju eða skilur ekki hvað ráðleggur fólki að biðja dýralækninn og sérstaklega að athuga það eða Það alveg hægt að ef þú ert með tóma hryssu sem þú hefur ekki fengið neina meiri upplýsingar frá stóðhestahaldaranum þá getur náttúrulega látið skoðana með til dæmis hvort hún með legbólgu. En náttúrulega þessum árstíma þá ætti orðin svolítið svona seinna að kannski greina einhver frekari vandamál og sérstaklega því það mjög gott að sjá hryssunar bæði í látum og svo milli gangmála bara til þess að gera sér grein fyrir hvernig henni varið. Og ég myndi náttúrulega bara ráðleggja fólki að reyna þá að þær nú væntanlega búin að vera éta á sig spik yfir sumarið, bara passa þá að þær grennist yfir veturinn, sem náttúrulega bara eðlilegt fyrir hross að leggja af og láta það bara koma sterkar inn að vori og láta það skoða þær að vori áður en að nokkuð gert. Sumar hryssur skila sér eftir veturinn með legbólgu sem búin að standa á allan veturinn og þá hægt að byrja bara á því að skóla þær. Þannig að þú vilt fá gott gangmál, það þarf að skóla þær á gangmáli til þess að þeirra líka með hjálpi til við hreinsunina og þá ertu líka, þá hefur tímann fyrir þér. Og hvað kostar svona meðhöndlun, cirka? Það ofsalega misjafnt. Það náttúrulega, það fer allt eftir hversu oft þarf að skóla, það ekki dýr þessi saltlausn sem notuð en svo þarf stundum að nota hormónalyf til að hjálpa til og svo framvegis. Þannig að þetta einhverjir 20.000 fyrir hryssu sem þarf að skóla nokkur sinnum, þetta kannski 30-40.000 kall eða þarf að skóla hana endurtekið. Ráðleggur fólki sem núna með tóma sína uppáhalds topphryssu að standa í þessu núna þegar það komið fram í september eða það ráðleggur? Það fer náttúrulega allt eftir því, eins og ég segi, ef maður til dæmis hræddur að hryssan sé með legbólgu, þá ekki gott að hún fari inn í veturinn með hana. Nei. Og þá hægt að meðhöndla það og skilinni þó allavega hreinni og snyrtilegri inn í veturinn og vita aðeins hvernig henni varið. En það í rauninni, það oft mjög erfitt þegar maður skoðar hryssu sem maður sér ekkert af. Það samt þýðir ekki að hún hafi ekki verið með legbólgu eitthvað fyrir. Eða jafnvel legbólgu sem orðið til þess að fyl hefur drepist í henni og svo sé hún búin að losa sig við þá legbólgu. Maður veit það aldrei, en það náttúrulega mjög gott að ef þetta hrissa sem mann mjög annt að láta skoða hana ef maður grunar hana eitthvað svona áður en veturinn gengur í garð. Takk hérlega fyrir þetta. Þú varst með góða meiri sem var búin að vera tóm, er það ekki? Jú, ég var með hrissu sem að misti í vetur og hún kom með mitt og hafði ekki hugmynd það og beið fram í ágúst verslunarhelgina til þess að kastæði þegar maður svo vitlaus að hafa ekki athugað það fyrr. Þá kom í ljós að hún hefði mist og svo kemur hún hingað og hún með bullandi legbólgu líka. Þannig að hún náttúrulega búin að vera í meðferð og var núna að enda að láta skóla hana út og nú bara bíða og sjá hvort að hún sé fengin. Sem að ég á mikla von með vegna þess að hún alveg hrein núna. Nú ætti ekkert að vera í fyrirstöðu fyrir því að hún ætti ekki að geta fylgast. Við vonum það bara. Já.